Við erum svo opbóðslega við erum svo blessuð. Mér finnst eiginlega bara stundum alveg bara hálf sérstakt í þessu litla landi hvað búa miklu hæfileikar hérna. Finnst ykkur það ekki merkilegt? Og ég alveg sannfærð það að Guð hefur eitthvað stórt hlutverk fyrir Ísland á þessum komandi tímum og dögum sem við lifum á. Og þá er bara spurningin það, getur að nota okkur? Ég vil vera kér sem að Guð getur notað. Halleluja, ég trúi því að ég er ekki ein. Dísi Guði. Við ætlum að byrja því að fara í Rómverjabréfið. Við ætlum að lesa í 5. kafla í versi númer 1. Réttláta trú höfum við því friði Guðs saki drottins vors Jesú Krist. Hann hefur veitt okkur aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum voninni sem dýr Guðs. Við fögnum voninu dýr Guðs, en ekki aðeins það, vinir. Við fögnum líka í þrengingunum. Þar að við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæðið gerir mann fullreyndan, en fullreyndur á vonina. Þannig þetta er eins konar hringur. Við þurfum að fara í hennan hring. Og vonin bregst okkur ekki, því að kærleikur Guðs hefur streymt inn í hjörtu okkar með heilugum anda sem okkur er gefin. Við erum með frábæra kennslu hérna miðvikudagskvöldum og mér langar til að hvetja ykkur kirkjuna til að mæta á þessar stundir. Það er magnaður sannleikur og sem er að fara þar fram, sem er bara, það er verið að kenna ákveðna hluti sem að mér finnst kirkjan hafa svolítið mist af og þekkir ekki. Vinir, hvernig ætlum við að bregðast við óvinni ef við þekkjum hann ekki? Ef við vitum ekki hvaða vopn við höfum? Og vinir, vitið það, við höfum vopn. Við höfum svo mörg vopn í vopnakistun okkar. Og vitið það, óvinnurinn, hann notar yfirleitt alltaf sömu triksin. Það er bara frekar auðvelt að sjá í gegnum óvinnin. Hann notar alltaf sömu triksin. En við þurfum að vera vakandi. Við þurfum að vita hvernig hann virkar og við þurfum að bregðast við eins og við eigum að bregðast við. Og því meira sem við kynnum okkur ritninguna, og mér langar að segja eitt, öll ritningin er innblásin á Guði. Öll ritningin er innblásin á Guði. Hún er niðursömd til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar og til menntunar í réttlæti. Það er ofboðslega mikilvægt að þegar við tökum á móti Jesú Kristi, sem okkar persónulega frelsara, þá er það ekki fyrir okkar eigið verk. Það er fyrir náguðs. Þetta er gjöf til mín og þín. En það er ekki nóg að fá gjöfina, við þurfum að taka utan af henni. Við þurfum að ganga fram í henni. Og það sem að meira er, við verðum að vaksa upp til höfuðsins sem er Kristur. Og vinir, ritningin kennir okkur að við eigum að vinna sálihjálp okkar með ugg og ótta. Það þýðir að þetta er ferli og við erum að leyfa Guði að eiga við okkur í þessu ferli. Og mér langar bara til bara stuttu máli hér í dag, fara í nokkra hluti sem að getur hjálpað okkur á göngunum með Guði þannig að við þroskumst. Þannig að við hættum að vera börn sem að hrekjast til og frá eftir sérkunnum kenningavindi, heldur að við séum rótföst í honum. Og vinir, fólk sem er rótfast í honum, það er ekki hægt að hagga viðkomandi. Hann veit hver hann er. Hann veit hver hann er og hann líka veit hver Guð er. Það þýðir ekkert að bulla neitt í viðkomandi. Og vinir, við erum að fara að stíga inn í alvarlega tíma og við erum sennilega stígin inn í alvarlega tíma. Við sjáum það alls þar í kringum okkur. Það eru voðaverk, það eru stríð, það eru hörmungar. En vinir, þá þarf ljós okkar að fara að skína meira en það hefur. Og við þurfum að passa að við erum ekki með ljósið okkar undir mælikeri, eins og ritningin kennir. Heldur að leyfa Guði að lýsa ljósi sínu í gegnum okkur. Má ég heyra amen? Þannig að það er okkar verkefni í dag. Það er að leyfa Guði að eiga við okkur, að vera í samfélagi við Guð og vaksa upp til höfuðsins sem er Kristur. Og það er það sem er svo frábært. Og við gerum það, þú veist, það eru vogaskálar í Guði. Það er eiginlega ekki hægt að útskýra það neitt öðruvísi. Það er auðmýkt, það er uppefð, það er kalt og heitt. Það er
góðir tímar, það eru hæðir, það eru líka dalir. Og vinir, Guð nota allar kringumstæður til þess að koma fram vilja sínum í okkar lífi. Hann notar allar kringumstæður til þess að hafa áhrif á hjartalagið okkar. Hann notar allar kringumstæður til þess að brenna það burt sem ekki á heima. Og við þurfum að leyfa honum það. Og það er það sem er svo stórkostlegt þegar við föttum að við þurfum ekki að halda í eitthvað því að Drottinn gefur svo miklu, miklu betra fyrir það sem við látum á hendi. Hann er nefnilega trúfastur. Má ég heyra með? Amen. En það sem mér langar kannski aðeins að fara út í hér í dag, það er það hvernig hann notar eyðimerkurgöngu til þess að búa til hans mynd í okkur. Og við þekkjum það og við erum búin að vera að fara í það á miðvikudögum, hvernig, þið vitið, þessi för Ísraelsmanna út úr Egyptalandi. Og þið muni hvernig þeir settu blóð á dyrastafi í húsinu sínu og það þurfti að vera lítalaust lamb sem að þau fórnuðu. Og það var talað að þeir áttu að borða allt lambið fyrir sólsetur. Og þeir gerðu þetta til þess að varna því að elsti sonurinn myndi deyja. Og svo fór, þið vitið, svo fór fram hjá engill dauðans. Og við vitum það að þeir sem voru með blóðið á dyrastafnum, þeir eruðu hólpnir. Og það hefur með það að gera þegar við tökum á móti Jesú Kristi og hans blóði, þessu fullkomna lambi Guðs, þá erum við hólpin. Við erum hólpin. Við förum til himna ef við deyjum. Við erum örugg. En vinir, það er miklu meira fá en þetta. Og það er það sem að fólk þarf að skilja. Vinir, ef þið myndum bara átt okkur á dýptina í orði Guðs. Þetta er svo magnaður sannleikur. Og það sem að gerist næst er að Móse, með miklu hugrekki, djörfung sem að Guð gaf honum, by the way. Guð gaf honum djörfungina. Hann segir við Faró, láttu líð minn lausan. Og þau fóru út, og þau fóru ekki bara út, bara þau fóru út með bara meiri hlutan á gullinu og silfrinu og eigum Egyptalands sem er líka tákmynd fyrir okkur. Hann er ekki bara að frelsa þig, hann ætlar að gefa þér. Það fylgir með gæði að fara á eftir því sem að Guð segir. Látið engan segja ykkur annað. Guð kemur úr því. Og vinir, þarna stóðu þeir, Móse Faró búin að sleppa þeim, þeir stóðu frammi fyrir, þú veist, hafinu, hugsið ykkur, fyrsta reynslan bara. Og Guð fór ekki með þau stystu leiðina, hann fór með þau sennilega lengstu leiðina út af því að þeir hafði jafnvel dáið annars staðar, en það er önnur saga og ég ætla ekkert að fara út í það. En það sem að Guð gerir er að hann sendi þau strax í reynslu. Finnst ykkur það ekki fyndið? Af hverju er Guð að setja okkur í reynslu? Nú erum við trúið, nú erum við allt í gangi, þú veist, við erum búin að taka við Jesú, svo förum við bara í einhverja reynslu. Reynslan er til þess að efla trú okkar. Reynslan er til þess að deyja sjálfinu og lifa honum. Reynslan, vinir, trúin, hún er bara dauð án merka. Þetta helst í hendur. Og ef við erum ekki reynd, hvernig getum við þá vitað að við erum með trú? Trúin byggist í rauninni á mörgu leyti á reynslu. Það sem að við þurfum að sleppa tökunum og leyfa Guði að taka við. Og vinir, þegar þau sögðu bara frammi fyrir hafinu, og ég get bara ímyndað mér, Móse fremst og fólki bak við hann, bara, hvað gerist núna? Spáið í þessu. Myndi einhvert okkar vilja vera í þessum kringumstæðum? Ekki ég, takk fyrir, ekki alltaf mig út í hafið fyrir utan. En vinir, Móse hafði engan annan kost heldur en að treysta Guði. Og það er það sem að gerist í reynslunni. Við höfum engan annan kost heldur en að treysta Guði. Og vinir, þegar það er engin annar kostur en að treysta Guð, þá gerir Guð stórkostlegustu kraftaverkin. Og mér langar í dag að láta þið vita ef að þú stendur frammi fyrir einhverju rauðu hafi í þínu lífi. Slepptu eigin hyggjuviti. Slepptu eigin skoðunum á öllu sem að þið vitið skiptir engu máli
og treystu Guði. Leyfðu honum að gera það sem hann vill gera í kringumstæðunum. Og hvað gerir Móse? Hann lyftur upp stafnum. Og við vitum það að allt í hennu bara þurrkast upp vegurinn og þeir fara úr því að vera í Egyptalandi yfir hafið og yfir í eyðimörkina. Og þá hefst alveg svakaleg ganga. Eyðimerkurgangan. Á hverju fór Guð ekki með Ísraels menn beint inn í Kanaansland? Akkurat, góð punktur, þið þetta? Þá voru vandamál. Og vinir, það sem að fólk kemur saman, þar eru vandamál. En það sem að gerist líka, það sem að fólk kemur saman, að við brýnum hvort annað. Guð notar samfélagi til þess að við lærum að þekkja hvort annað, til þess að við þurfum að laga það sem að ekki á heima. Við þurfum að endurskoða sjálf okkur oft á tíðum í samfélagi trúara. En Guð notar, vinir, hann notar eyðimörkina til þess að deyða ákveðna hluti í líf okkar. Má ég heyra með hann? Hann er bara deyðir það sem heitir ég mig frá mér til mín. Fíflið sem við köllum, sem er oft í hásætun okkar. Við vitum allt best og það er bara svona, þið vitið, fer mikið fyrir okkur. En það sem að gerist í eyðimörkinni er að þetta ég mig frá mér til mín, það þarf að deyja. Akkurat. Og það er frábært þegar það gerist. Og það er sama á göngunum með Guði. Þetta er algjör mynd af okkar andlegu göngu. Vinir, við byrjum á því að frelsa, svo förum við í gegnum skírnina. Það er hafið sem við löpum yfir. En síðan kemur reynslan og þá myndast þetta þolgæði. Vinir, þegar við förum í gegnum reynslu, þá breytist sýn okkar. Og það er það sem að Guð vill að ná fram í líf okkar með þeim tíma. Og við þurfum að leyfa honum það. Og mér langar aðeins að fara í gegnum hvernig við getum, þið vitið, leyft Guð að eiga við líf okkar. Númer 1, hann sá þeim fyrir vatni. Hann sá þeim fyrir vatni. Kletturinn sem fylgdi Ísraelsmönnum var kallaður Kristur. Og vinir, við vitum í dag að við erum, undir öðrum sáttmála, mun betri sáttmála. Ekki einu sinni hægt að bera það saman. Andi Guðs er í okkur. Og hann hefur sagt í orði sínu að frá okkur muni renna lækir lifandi vatns. Ekki satt. Við skulum bara fara í ritninguna, þannig að þið haldi ekki að ég sé að búa eitthvað til. En það er í Jóhannesi 7:38, frá hjarta þess sem trúir, muni renna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir. Þannig að við þurfum að leyfa Kristi að flæða frá okkur. Við þurfum líka að leyfa Kristi, klettinum Kristi, að næra okkur. Og of margir, vinir, gleyma að leyfa klettinum að næra sig. Við erum kannski í eyðimörku göngu, það er þurrt í kringum okkur, en ef við leyfum ekki Kristi í hjart okkar og eiga þetta samfélag við Krist, þá fer það sem er hið ytra, eyðimörkin, að smitast inn í hið innra. Og því miður, þá verð ég að segja, það er mjög áberandi í kirkjum í dag. Okkur skortir nándar samfélag við Drottinn og frelsar okkar. Við þurfum að leyfa klettinum að gefa okkur vatnvinir. Og við þurfum að nærast að klettinum. Og við megum ekki vera þannig kristin líður að við erum bara með eina samloku á sunnudögunum. Við þurfum að vita hver við erum í Drottni. Við þurfum að standa á loforðum hans. En hvernig getur þú staðið á loforðunum ef þú veist ekki einu sinni hver þau eru? Og þess vegna gaf við þeim manna. Í eyðimörkinni þá gaf Guð þeim manna og það var svona brauð sem að birtist á morgnana sem að þau gátu tínt saman. En hvernig tíndu þau brauðið? Hvað þurftu þeir að gera? Þeir þurftu að fara. Þeir þurftu að beygja sig. Sem hefur líka mjög mikla skírskotun fyrir okkur vinir. Þegar kemur á orði Guðs, þá veit Guð best. Við beygjum okkur fyrir því. Við hlustum á það sem hann hefur fram að færa. Við þykjumst ekki vitrar en Guð.
Og kirkjan þar aftur, og þegar ég tala kirkjuna þá tala ég mig. Við þurfum að tjekka okkur af hvað þetta varðar. Það sem að Guð hefur sagt, það hefur Guð sagt. Punktur. Ég bæti engu við. Ég dreg ekkert frá. Það sem að ég geri í minni eyðimerkurgöngu þegar ég kom inn á eyðimerkur kringumstæður, ég auðmýki mig fyrir honum. Ég tek upp það brauð og ég borða brauðið sem að hann hefur fyrir mig. Maður heyra með hann. Vinir, og annaði mannað, svo ég gleymi ekki, mannað var bara fyrir þann dag sem að, það þýddi ekkert að tína manna fyrir vikuna. Það þurfti nefnilega að tína upp manna daglega. Og vinir, fyrir okkar manna í dag, það er Jesú, það eru orð hans, það er Biblían. Og við þurfum að borða mannað á hverjum einasta degi, vinir. Og við mögum ekki geyma það, út af þá verða það miklu. Og það hefur líka ákveðna tilvísun fyrir okkur. Vinir, við getum ekki lifað af blessun gerdagsins. Við þurfum að lifa í blessun dagsins í dag. Því að rétt eins og Guð fór með Ísraelsmenn alla þessa leið, sem segir okkur það að hann hefur alltaf eitthvað nýtt fyrir stafni. Hann er alltaf farið inn okkur að nýjar slóðir, vinir. Og við þurfum aftur, ekki hafa skoðun á því, bara fylgja. Við þurfum að fylgja, við þurfum að vera í auðmýkt, við þurfum að næra okkur á klettunum. Kletturinn Kristur býr innan með þér. Það þýðir á hverjum einasta degi, vinir, þá þarftu að leita drottins. Þú þarft að biðja til hans. Þú kemur fram fyrir hann og bara í auðmýkt, leggur sjálfa þig á altarið. Og það sem að gerist í því ferli, þegar við erum að næra okkur að klettinum sem er Kristur, þegar við erum í auðmýkt að taka við orðans, þá hefur það breyting í för með sér í líf okkar. Við nefnilega förum að mótast í líkingu hans. Það sem að gerist er það að allt í hennu förum við að hafa aðra skoðanir. Og vinir, fyrst er þetta bara val sem við tökum. Það er enginn sem að fæ bara einhvern veginn gæsahúð fyrir því að auðmýkja sig fyrir Guði. Þú bara gerir það. Og það er sama með, önnu prinsip í orði Guðs, til dæmis eins og fyrirgefning og öðru slíku. Ekki bíða eftir ykkur í gæsahúð. Hlýddu bara. Og ég er að biðja Guð að gefa mér hlýðni. Nú, að ég bú ekki til eitthvað svona, þið vitið, ég er nefnilega svolítið gæsahúðamanneskja. Ég vil hafa hlutina svolítið svona geggjaða. En vitið það, gæsahúð er góð. Hún er það. Það er yndislegt að fá gæsahúð. Og yfirlega hérna á samkomið þá fæ ég gæsahúð. En okkar andlega líf byggist ekki á gæsahúð. Og mér langar að segja þetta aftur, okkar andlega líf má ekki byggjast á gæsahúð. Því að gæsahúð eru ekki rætur. Halleluja. Er þetta hart? Já, ég minna. Við verðum að byggja okkar andlega líf á ákvörðun sem að við tökum í hjart okkar. Og vitið það, gæsahúðin kemur. Vitið bara til, tilfinningarna fylgja. En þetta er svona mind over matter. Og við þurfum að átta okkur á því að við erum fyrst og fremst andlega verur. Við erum andlegu maður og við höfum sál og við búum í líkama. Og þetta á að nákvæmlega vera í þessari mynd. Þannig að and okkar, rétt eins og þegar Davíð sagði, lofa þú drottinn sála mín. Ég trúi bara, hann var að tala, andans var að segja sálinans. Lofaðu drottinn sála mín. Og allt sem í mér er. Og við þurfum að láta andan vera sterkan. Og hvernig er andinn sterkur? Þegar hann er í návist við Guð. Og þá líka bara týnir svolítið egoið. Það sem að gerist líka er að ég hætti að þvæla svona fyrir og allt í einu fer allt í einu að verða allt rétt í mínu lífi. Og við þurfum meira af því. Minna mér, meira af honum. Halleluja. Þannig hann gaf þeim manna á hverjum einasta degi. Og það er mynd upp á orð Guðs, vinir. Við eigum að lesa orðið á hverjum einasta degi. Neita af orðinu og ekki geyma það. Ekki halda af ein risamáltíð á snuddum dugi fyrir alla vikuna. Það virkar ekki þannig. Þú fær rosalega illt í magan. Og bara alls konar annað sem er ekki gott. Þannig að við verðum, rétt eins og við erum í hennu náttúrulega. Við þurfum mat á hverjum einasta degi og gæði matar skiptir máli. Er það ekki, Gunnhildur?
Amen. Þannig að nýtt og ferskt manna. Halleluja. Og auðmýkt. Og vinir, Guð búin að vera að eiga við mitt hjarta varðandi hlýðni. Bara hlýðni. Út að ég hef svolítið sjálf viljað hafa hlutina, út frá mínu, hvernig ég sé hlutina. Og ég hef stundum ekki talað nógu beitt. Og ég bara viðurkenni það og ég biðst afsökunar. Ég bið við fyrirgefningar á því. Því að við eigum að tala orð Guðs eins og það er. Og stundum er það óþægilegt, en það er alltaf nauðsynlegt. Og það samt líka græðir og gefur líf. Þetta beitta orð gefur nefnilega bæði, það klippir eitthvað frá, en það gefur okkur tækifæri til þess að verða líkari honum. Það vex eitthvað í staðinn og það þarf. En ég vil alltaf vera svo góð. Sem er misskilningur. Ég meina, maður er góður þegar maður segir sannleikann ekki satt. Hugsið ykkur, ef maður myndi aldrei setja börnunum sínum ykkur á skorður, sem er svolítið mitt líf, akkurat núna, þá vaðaði upp allt og það er ekki alveg nú sniðugt. Þannig skorður, og það er það sem Guð vil kenna okkur. Heilbrigð mörk. Stundum að segja nei og stundum já. Halleluja. En það sem ég vildi segja er í eyðimörkinni, þá gefur Guð okkur úrræði. Við erum kannski, í einhvern rosalega óþægilegum aðstæðum og við höldum hvernig kemst ég út úr þessu. Þá kemur Guð með eitthvað úrræði. Guð nefnilega vill vera Guð í svona kringumstæðum. Hann vill að við reiðum okkur meira á hann. Og vitið það, við biðjum öðruvísi í svona kringumstæðum. Það kemur tærari tónn. Það kemur öðruvísi bænir. Við biðjum frá djúpi hjartans, vinir. Og það er það sem að Drottinn þráir að heyra frá börnunum sínum. Og þetta ég held líka vandinn okkar, ég veit allavega vandinn minn, er sá að þegar ég er að biðja, þá set ég mig alltaf í ykkur svona skringilega stellingar. Ég segi stundum bara furðulegustu hluti, eitthvað sem ég myndi aldrei segja við alla eða mömmu eða eitthvað svona. Ég fer allt í einu að biðja með skrýtnum hætti og ég held að við gerum þetta nokkuð mörg. Byrjum á okkur frösum. Það sem að Drottinn þráir er bara, kontakt, raunverulegt samtal á milli okkar. Það sem að ég er bara algjörlega ekta og ég kem algjörlega ekta fram fyrir hann. Hann þráir að við sem ekta. Hann þráir okkur og hann þráir okkur svo mikið, vinir. Ef við myndum bara átt okkur á því, þá myndum við hugsa hlutina allt öðruvísi og vera í stöðugum samskipti við hann. En eitt dæmi sem við langaði til þess að segja ykkur, varðandi eyðimerkurgönguna, er í fyrri konungabók. Og það var nú aldeilis kona sem var á sinni eyðimerkurgöngu. Við vitum það að á þessum tíma að það hafði Guð kallað yfir hungursneyð. Og bara það rigndi ekki í eitthvað 3 ár út af því að kóngurinn gerði það sem að rangt var í augum Drottins. Og þarna er Elía búin að vera að fara og var bent á þessa konu og hann segir við konuna, viltu gefa mér að borða? Og hún segir, ég reyndar á afskaplega lítið til. Ég ætla nú bara að búa til eina köku fyrir mig og son minn, svo ætlum við bara að deyja. Þannig að ástandi var mjög, mjög slæmt. Þannig að lesum saman. Í kafla 17, versi 13. Elía sagði við hana, óttastu ekki. Farðu heim og gerðu það sem þú sagðir, en bakaðu fyrst lítið brauð og færðu mér. Síðan skaltu matra handa þér og syni þínum. Því að svo segir Drottinn Guð Ísraels. Mjölkrukkan skal ekki tæmast, olíukrúsin ekki þorna, fyrr en Drottinn lætur rigna á jörðina. Ekkjan fór og gerði eins og Elía hafi sagt. Höfðu hún, Elía og sonur hennar, öll nóg að borða langa hríð. Mjölkrukkan tæmdist ekki og ekki þraut olía í krúsinni. Það var í samræmi við orð Drottins sem hann hafði flutt af munni Elía. Það sem nefnilega gerist í eyðimörkinni er að Guð opnar nýjar dyr.
Guð opna nýjar dyr í eyðimörkinni, vinir. Það eru gríðarleg tækifæri í eyðimörkinni. Þannig að ef að þú ert í eyðimörk, biðdu Guð að sýna þér opnu dyrnar sem hann hefur fyrir þig. Guð líka notar eyðimörkina til að deyða það sem þarf í líf okkar og gefa okkur þau úrræði sem við þurfum á að halda. Vinir, margir gefast upp í eyðimörkinni. Og í staðinn fyrir að leita Guðs, í staðinn fyrir að biðja Guð að sýna sér hvað hann að sýna okkur og hvað hann að gera, þá gefist við upp. Ekki gera það. Því að Guð gerir stærstu kraftaverkin sín í eyðimörk, vinir. Og þegar Guð leiðir okkur út í eyðimörk, það mun samverka okkur til góðs. Við kannski sjáum það ekki á þeim tímapunkti, en það mun samverka okkur til góðs. Halleluja. Og það sem að gerist það að við förum að líkjast honum. Við förum að deyja okkur sjálfum og við förum að rísa upp með nýjum hætti og við fáum nýja sýn. Við fáum nýja sýn á hlutina og við erum búin að vera að tala sjón. Við erum búin að vera að tala það að sjá Jesú. Við sjáum Jesú öðrum hætti í eyðimörkinni. Veist, hann svo dýrmætur í eyðimörkinni. Ritningin kennir hann liljan ljúf í dalnum. Þú kynnist eðli Guðs með alveg sérstökum hætti þú ert að gangi í gegnum eyðimörk. Og ástæðan fyrir því að Ísraelsmenn gátu ekki farið beint inn í Kanaansland út af því að sýn þeirra þurfti að breytast. Og vinir sýn okkar líka. Guð þráir að gefa þér sýn sem þannig, sem eins og örninn. Hann flýgur yfir kringumstæðurnar. Og við fólkið hans, við höfum oft verið bara á jörðinni, hort á hlutinu út frá mannlegu sjónarhorni. Og hið mannlega segir okkur í dag að það ekki mikil von. En hinn guðlega segir, þegar svartasta myrkrið þá styðsti tíminn til sólaruppbrás. Og vinir, við erum að fara að upplifa stórkostlega hluti. Og við erum að fara að upplifa hluti sem við höfum aldrei upplifað áður. Og það svo sannarlega búið að vera mikið myrkur í gangi, en Guð að fara að koma með ljósitt, með sitt gegnumbrot og ekki missa af því. Ekki gefast upp á síðustu metrunum, ekki missa af því sem að Guð hefur fyrir þig. Því hann hefur stórkostlega hluti fyrir þig. Má ég heyra amen? Halleluja. Halleluja. En hann býr til mögnu úrræði. Halleluja, hann vil gefa okkur sanna von. Og við eigum ekki, vinir, að formæla eyðimörkinni. Hún vegur Guðs inn í fyrirheitna landið. Hún vegur Guðs. Davíð þurfti að fara í gegnum sína eyðimörk til að verða konungur. Vinir, Guð notaði hans eyðimörk til að mynda sinn vilja í Davíð. Það var þannig. Sama með Jósef. Jósef þurfti að fara í gegnum alla þá reynslu til þess að reynast hæfur að vera næst ráðandi í Egyptalandi. Hann þurfti að fara í gegnum það. Og tölum nú ekki Job. Munið þið frásögnina af Job. Það bara, it went from bad to worse to worse to worse. Þetta var bara hrikalegt. Hrikalegt ástand. En veitir hvað Job gerði? Hann lofaði Guð. Meira þess að konan hans hvatti hann til þess að formæla Guði. Og hann sagði, drottin gaf, drottin tók, lofa verið nafn drottins. Og lykilatriði, vinir, þegar við erum að fara í gegnum reynsluna, þegar við erum að fara í gegnum eyðimörkina, einmitt þetta. Að fara að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Vitið það þakklæti til dæmis, þetta eitt æðsta form af lofgjörð. Við erum þakklátt, við erum rík af þakklátsemi. Vinir, við megum ekki gleyma, og sérstaklega við sem Íslendingar, við erum blessaðir lýður. Við erum alveg með topp 10% bara í öllum heiminum og við erum samt möglandi, kvartandi og kveinandi. Vinir, við höfum það rosalega gott. Og við þurfum að minnast á það á hverjum einasta degi, því að með þakklæti þá
þá breytist sýn okkar á lífið. Og það það sem að Guð þráir að gefa okkur. Það nýja sýn á lífið. Og þegar við förum í gegnum eyðimörkina, í staðin fyrir að vera að barma okkur eins og Ísraelsmenn gerðu á sín tíma, prófum að lyfta upp nafninu og þakka honum fyrir alla kringumstæður. Segjum við Drottin, ég bara lofa þig, ég þakka þig fyrir það sem að þú ert að gera. Svo líka gott að spyrja okkur, hvað ert að gera? Hvað viltu sýna mér? Og ef við myndum aðeins staldra við, vinnir, þá myndum við sjá að Guð að vinna verk í eyðimörkinni. Guð að sýna okkur eitthvað. Og stundum, þegar það kemur upp á yfirborðið, það bara mjög óþægilegt. Ég hef séð alls konar hluti í mínu lífi sem hafa þurft að hverfa. Og ég hef sagt okkur það áður, ég var ekki gift kona í dag ef ég hefði ekki breyst. Ég þurft að breytast. Alli líka. Þið haldi nefnilega Alli sé litli bróð Jesú. Alli ekki fullkominn. Ég þurfti samt að breytast meira. Aftur. Guð gerði það af miskunn sinni við mig. Og vitið það, þegar Guð að koma fram með hluti upp á yfirborðið í líf okkar, auðmýkjum okkur bara. Biðjum Guð að hreinsa okkur. Biðjum Guð að helga okkur. Biðjum Guð að gefa okkur nýja sýn á lífið. Reynslu sem fer ekki bara í reynslubankan, heldur verður eins og gullsteinn í byggingun okkar. Því hann að byggja hús. Hann að byggja hús. Og það þarf að eyða burtu tré, hey og hólmi. Það þarf að eyða því burtu. Og það gert með reynslu, vinir. Það gert með reynslu. Það fullkomlega eðlilegt þegar við förum í gegnum reynsluna. Fyrsta skrefið bara auðmýkja ég. Ég rosalega góð í því. En síðan, þegar við erum komin á dýpri stað með Guð og við förum að átta okkur á því hann notar alla kringumstæður, þá spyrjum við Guð, hvað ertu að kenna mér? Í þriðja lagi, og þá ertu komin á eitthvað magnaðan stað, þegar þú fyrir að lofa Guð fyrir erfiðleikana eina. Vitið það, þá ertu bara komin á eitthvað stað sem bara alveg magnaður. Þannig að mér langar til þess að við bara tökum ákvörðun í dag. Akkurat, þú séu gæði erfiðleikana. Mér langar til þess að við tökum djúpa ákvörðun í dag að bregðast öðruvísi við kringumstæðum lífsins. Af hverju segi ég þetta? Út af því ég vil ekki að við festumst í eyðimörkinni. Þetta ferli, þar sem að við erum hæf, sem að þolgjafi hjálpar okkur til þess að verða þannig að við séum rík af voninni sem fólkin í Guði. Vitið það, þegar við lyftum nafni hans og förum að lofa honum í öllum kringumstæðum, þá fer eitthvað að deyja í okkur sem þarf að deyja og annað fer að rísa upp. Það Kristur í þér. Og vinir í dag, að þá þurfum við meira en nokkru sinnum áður að sjá Krist rísa upp í lífum hvers og eins. Við þurfum að sjá meira á Guði í lífum okkar, vinir. Og það kemur þannig að við sem ekki bara heyrendur orðsins heldur líka gjörendur. Að við svíkjum ekki sjálf okkur. Þannig að vinir, á morgun, þegar eitthvað stígur í tönnar á okkur, og þá segjum við bara, Drottinn blessi þig. Ég lyfti upp nafninu. Og við bara venjum okkur á að tjekka okkur af. Þegar kemur eitthvað hold upp úr okkur, að við segjum bara, Drottinn, ég ákalla blóðið yfir þetta. Ég bið að hreinsa tilfinningar mínar. Ég bið að hreinsa bara langanir mínar. Og Drottinn, ég bara gef þér dýrðina því að þú ert að byggja nýtt hús í mér. Halleluja. Og ég gef þér verkheimild. Ég er farin að biðja svona. Ég gef þér verkheimild. Ég bara opna hjarta mitt, ég gef þér verkheimild. Gefum honum heimild til þess að vinna. Í Jesú nafni. Halleluja. Eyðimörkin nefnilega býr til eðli Guðs. Hún gerur okkur hæf. Halleluja. Eitt að lokum. Rétt áður en þeir fóru inn í Kanasland. Þegar þau gengu inn í tilgang sinn. Að þá voru allir Ísraels menn, karlmenn, þeir gerðu sáttmála fram fyrir Guði. Þeir, hvað heitir þessi sáttmáli?
Einmitt. Já. Hvernig læt ég? Umskurðarsáttmáli. Svo frábært að vera sangum að tala umskurð. En það hefur líka tákgrænt, það líka tákgrænt fyrir okkur. Vinir, áður en þið fóru inn í Kanasland, þá gerðu þið sáttmála við, umskurðarsáttmála, sem að tákna það fyrir okkur, út af því að þessi sáttmáli, ekki líkamlegu sáttmáli, hann ekki nauðsynlegur, en hjartansáttmáli. Hann vil nefnilega gefa okkur hjarta og blóði, það sem að hold og blóði. Það sem að ritningin kennir, þú veist, þetta, við verðum að leyfa Guð í gegnum erfiða reynslu að leyfa honum að mýkja hjarta okkar. Taka úr okkur steinhjartað, rétt átni. En það sem oft gerist í svona erfiðri reynslu að við förum að vera bitur, við förum að vera reið, við förum að vera resentful. En Guð vill gefa okkur, áður en við göngum inn í Kanasland, þá vill hann gefa okkur hjarta úr hold og blóði. Hann vil hjálpa okkur að sleppa þessu neikvæðu tilfinningum til þess að þær eyðileggi ekki fyrir okkur þegar við stígum inn og tökum landið, vinir. Og í dag þá þarf fólk að fara að ákveða sig. Ætlum við að vera með þessa, þú veist, gömlu tilfinningu sem hefur aftur okkur frá því að ganga inn í það land sem að Guð hefur fyrir okkur. Ætlum við að vera þar og láta það stoppa okkur, eða ætlum við að setja gamlar tilfinningar bak við okkur. Akkurat djúpreinsun kallar Ingi það, svo sagt, þetta djúpreinsun. En vinir, kirkjan stendur frammi fyrir því. Eitt af því sem að kirkjan þarf að gera að setja bak við sig hluti sem að voru. Það allt í henni mjög mikil þögn hérna í dag. Það mikil issue hérna greinlega. En svona í alvörinu tala, vinir. Þetta tákgrænt. Allur líðurinn, alla eyðimerku gönguna hafði þessi sáttmáli ekki verið gerður. Rétt áður en þið stigu inn í Kanasland, þá þurfti þessi umskurn hjartans að eiga sér stað. Umskurn líkamleg hjá þeim, en fyrir okkur umskurn hjartans. Og vinir, ég bið í dag að Guð gefi ykkur hjarta úr holdi og blóði og taki úr okkur steinhjartað sem heldur okkur frá því allra besta sem að Guð hefur fyrir okkur. Og vinir, þar kemur inn móðgun. Þar kemur inn ófyrirgefning. Þar kemur inn hluti sem að við höfum séð jafnvel aðra kristna sem hafa jafnvel farið fyrir kristulegu starfi og ýmislegt sem hefur haft áhrif á göng okkar og sýn okkar á Guði. Guð þarf að eiga við það. Og vinni, ég segi þetta bara frá djúpi hjartans. Við verðum að leyfa Guði að taka úr okkur steinhjartað. Við verðum að treysta því hann viti hvað hann að gera. Og við munum það voru bara örfáur og upprunaleg, fólkinu, kynslóðinni, það var orðið sem ég var að leita, sem að gekk inn í Kanasland. Út af því að þeir fóru hring eftir hring. Vinir, gerum þetta tímabil aðeins styttra með því að lyfta upp nafninu. Leyfa Guð að komast að. Leyfa honum að eiga við hjartað. Leyfa honum að mýkja hjartað. Sleppa fljótt. Fyrirgefa hratt. Og tökum síðan landið okkur til eignar. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Það var það sem ég hélt. Þannig að rísum á fætur. Halleluja. Dísi Guði. Heilar Jesús. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig og ég þakka þér, heilagi Faðir. Þú ert drottinn með okkur á ferðalagi. Og drottinn, ég þakka þér fyrir að þú hefur nýtt fyrir stafni í dag. Drottinn minn, þú ert að leiða okkur frá dýr til dýrðar, gef okkur náð til þess að leyfa drottinn ferli þína eiga sér stað, drottinn. Að við vöxum upp til höfuðsins sem Kristur. Halleluja. Drottinn, ég þakka þér, heilagi Faðir. Ég þakka þér, Jesús, að þú ert að gefa eld, drottinn. Halleluja. Þannig að við gefumst ekki upp á göngunni. Okkur þetta er rétt fyrir gegnumbrotið og sigurinn. Halleluja.
Og drottin, ég tala inn í hjörtu sem hafa átt erfitt með að fyrirgefa. Drottin, ég bið að leysa þá. Halleluja, leystu, drottin minn. Ég sendi nafn þitt inn í hjört okkar. Hirabashikirabahaya. Gef okkur náð, drottin minn, Jesus, í öllum hlutum, drottin, að gefa þér alla dýrð. Hurabashikirabahaya. Harabashikirabahaya. Í Jesú nafni.